Við hefðum náttúrulega aldrei grafið 34.000 kílómetra skurðum með höndunum. Það var af því að við höfðum aðgang að þægilegri orku í formi olíu sem við gerðum það. Þannig að við þurfum að fara að framleiða 5 eða 7 sinnum meiri orku en við erum að fara að nota að lokum, þá er það náttúrulega alveg afleitt. Og við verðum held ég alltaf að aðeins setjast niður og spyrja okkur, já, hvað sem ég gerir, býtum við, gengur þetta yfir höfuð upp ef að allir jarðarbúar gera eins og ég er að gera. Og þetta er jú bara mjög lítill hluti í jarðarbúa sem að yfir höfuð notar flug. Við höfum náttúrulega svo gríðarlega, miklu betri aðstæður núna til þess að sigla milli landa, jafnvel bara með seglum, með örugum og tiltölulega þægilegum hætti. Þú ert að hlusta á Plan B, hlaðvarp loftslagsbreytingar og orkumál, og ég heiti Jean-Rémy. Í þessu hlaðvarpi reynum við að rannsaka og útskýra hvað er að gerast í orkumálum og umhverfismálum og hvaða áhrif munu þessar breytingar hafa á efnahag okkar og samfélög. Saga mannkyns tók ófyrirséða stefnu fyrir 200 árum þegar við fundum upp jarðefnaeldsneytið. Sú orkulind hefur reynst vera einhvers konar hvalreki sem við höfum reist nútíma samfélögin okkar á. En nú neyðumst við til að breyta stefnu, þar sem jarðefnaeldsneyti er hvorki ótakmörkuð né gallalaus orkulind. Í þessum þáttum fáum við vísindamenn, sérfræðinga, stjórnmálamenn og aðra til þess að raða saman púsluspilin og reynum að komast að rót vandans. Við rýnum í framtíðina og ræðum hvernig við getum búið okkur undir hana, bæði sem samfélag og sem einstaklingar. Jæja Gísli, velkomin í Plan B. Takk. Gaman að fá þig hingað. Við þekkjumst aðeins, þú og ég, en kannski hlustendur þekkja þig ekki allir. Getur sagt okkur aðeins hver þú ert og hvað þú gerir til að byrja með? Já, ég er rafeindavirki að mennt, kenni í Tækniskólanum í Reykjavík, rafmagnsgreinar en líka áfanga sem heitir endurnýjanlegir orkugjafar og hef mjög lengi kafað í orku- og umhverfismál, loftslagsmál og reynt að vera svona þáttakandi við ýmsum hætti. Þannig að þetta var svolítið svona tekið mikinn hluta lífsmíns í dálítið mörg ár. Og þú kennir endurnýjanlega orkugjafa, segirðu. Þetta er einmitt það sem við ætlum að tala í þessum þætti, þannig að þess vegna vildi ég fá þig hingað. En getur sagt okkur fyrst kannski hvernig var til þess að þú fórst að hafa svona áhuga eða áhyggjur kannski frekar af loftslagsmálum sérstaklega og orkumálum líka? Gerist það bara fyrir löngu síðan eða er það eitthvað sem þú hefur alltaf verið með eða hvernig gerist það? Þetta er góð spurning og ég veit ekki alveg svarið. Það er að segja hvenær ég fer að hafa áhyggjur af loftslagsmálum og hlýnun jarðar. Ég man ekki hvað það var sem að hvenær ég áttaði mig á því að þetta væri vandamál. Ég man hins vegar alveg eftir ákveðnu augnabliki þegar ég 9 ára gamall ólst upp á Snæfellsnesi og þá hafði staðið til lengi að labba upp á fjall sem er nálægt bænum Hafrsfell, 700-800 metra hæð og pabbi sagði okkur að þegar hann fór þarna sem barn þá hafði hann séð til Reykjavíkur og þetta var svo mikill spenningur að koma þarna. En þegar við komum þarna upp loksins á góðan veðurdag þá sást ekkert neitt sem að hétt Reykjavík. Við sáum bara þarna á sjóndeildarhringnum svona grábrúna slík þar sem að Reykjavík var. Og þetta var svo augljóst að þarna var sem sagt loftmengun til staðar og hún hljóta að koma frá bílaumferðinni aðalega. Þannig að þarna man ég var þetta mjög skýrt svona já, þarna er loftmengun. En ég man ekki hvenær ég síðan heyrði fyrst af því að þetta væri líka valda hlýnun jarðar. Hvað er langt síðan þetta gerist? Þetta er 1979. Já, ok. Það er svolítið síðan. Og á þeim tíma, já, var örugglega ekkert talað loftslagsbreytingar í fjölmiðlum eða því. Nei, mitt. Og síðan þá hefur þessi mökkur ekkert farið neitt, eða frekar aukist ef eitthvað er. Já. Mitt. En hérna, ef við byrjum á byrjuninni, hvað er endurnýjanleg orka? Hvað er,
til að byrja með hvað orka, hvað munurinn á orku og afli, þetta eitthvað sem við erum ofta að rugla saman. Já, þetta ruglast oft, já. Jú, afl eiginleikin til að skila orku og með miklu afli get ég notað miklu orku á stuttum tíma og orka getur verið í ýmsu formi, við getum verið með varmaorku, efnaorku eins og í bensín og olíu og hreyfiorku og raforku og við erum ofta að færa orku af einu formi yfir á annað og það gengur misvel, það yfirleitt auðvelt að breyta til dæmis efnaorku og raforku yfir í varmaorku, það er að segja nýtnin þar mjög góð, en aftur að breyta til dæmis efnaorku í hreyfiorku sem við erum að gera í bílnum til dæmis. Þar tapast stór hluti orkunar í formi varmaorku. Fyrir ekki, ég stoppaði því ég er að hugsa orku og afl. Getum við tekið eitthvað dæmi til dæmis við tölum að virkjanir séu kannski 10 megawatt að afli en þær skila orku sem er eitthvað mörg 20.000 megawatta stunda megawatt stundir og megawatt, hver munurinn þetta á milli? Já, ef við tökum til stæmi að bara lítilli vindmyllu sem að getum keypt út í búð og gefin upp 1 kilowatt að nú ef hún gengur á fullu afli í 1 klukkustund þá erum við búin að fá frá henni 1 kilowatt stund. Ef að svo ólíklega vill til að hún gengur á fullu afli allt árið þá fáum við þarna 365 sinnum 24 kilowatt stundir en auðvitað gerum við það ekki. Þannig að þetta er svona sambandið þarna milli. Ég reyni til að hjálpa mér sjálfur þá reyni ég að nota oft hugsa vassrör, ég veit ekki hvort það sé rétt samlíking en við tökum vassrör sem flýtur vatn, þá er hægt að mæla þvermálið á rörnum, hversu svert það er. Það er frekar aflið en svo hversu mikið vatn rennur í gegnum rörið, rennslið, það er frekar orkan. Er það réttur samanburður eða? Sko ég nota nú meira þetta þegar grinnra í rafmagnsæðina að tala spennu og straum sko, en önnur samlíking sem ég nota gjarnan bara mælaborðið í bílnum, það sem við höfum hraðamælinn sem segir hversu hratt við förum og svo kílómetrateljarinn sem segir hvaða bíllinn búinn að keyra marga kílómetra. Já. Hversu ört kílómetrateljarinn hversu mikið hann breytist ræðist af hraðanum okkar og hversu lengi við keyrum á þessum hraða. Þannig að það má segja að hraðamælirinn sé mjög sambærilegt við aflið á meðan kílómetrateljarinn í bílnum sambærilegur orkunni. Já, og aflið breytist náttúrulega ekkert, þannig að jafnvel svo að bíllinn sé stopp, hann hefur alltaf sama afl, það er bara orkan sem breytist, eða ekki? Já, þegar að bíllinn stopp þá beitir hann engu afli og þá... Nei, en hann alltaf x mörg hestöfl, alveg saman hvort það sé stopp eða akkurat, vélinn 100 kilowatt eða hvað það sko. Já. Sama með rafmagnsbíl. En ok, nú vitum við cirka svona hvað er orka, en hvað er endurnýjanlegt og hvað er ekki endurnýjanlegt? Já, kannski þetta svolítið ofnotuð orð sko. Ef við kannski bara fyrst að skoða það sem við höfum verið að kalla ekki endurnýjanlegt, það er að segja jarðefnaeldsneytið, að þarna eru birgðir af efnaorku í iðrum jarðar og þetta eru bara birgðir sem við göngum á og þegar við brennum þeim þá skilum við úrgangi í andrúmsloftið í formi koltvísýrings. En já, ef að taka dæmi af vatnsaflsvirkjun hjá okkur, það sem er að gerast þar í raun að sólin vegna áhrifa sólarinnar þá gufar upp vatn af haffletinum og myndar ský og myndar svo rigningu sem endar einhverstaðar upp á hálendinu sem snjór eða rigning og þetta verður svona samfelld hringrás svo lengi sem að sólin skín sko, sem að verður einhverja milljarða ára. Ok, þannig að vatnsaflið eða vatnsaflsorka í rauninni líka sólarorka, svona óbeint, getum við sagt. Það svona næstuði allt sem við getum tengt
tengt við það að vera sólarorka og meira þess að jarðefnaeldsneyti getum við sagt að sé það líka. Þetta eru þetta gamlar plöntuða dýra leifar sem að voru hér vegna sólarinnar á sínum tíma en það fyrir mörgum milljónum ára og við erum núna að brenna upp orkuforða sem að safnaðist hérna upp yfir milljónir ára og það náttúrulega þetta svakalega ójafnvægi sem að gera það verkum að þetta getur náttúrulega alls ekki talist endurnýjanlegur orkugjafi. En hérna eins og þú segir það er kannski ekki svo skýr skil þarna á milli að því að við myndum fara aftur á þeim tíma þegar við vorum rétt nýbyrjuð að nota jarðefnaeldsneyti, kol fyrst og síðan olíu. Ef við hefðum haldið okkur við þessa notkun sem þá var mjög lítil miðað við hvað hún í dag, þá var ekkert svo mikið vandamál, það væri bara svo mikið eftir og það væri svo lítil losun af þessu að við gætum nánast kallað jarðefnaeldsneyti endurnýjanlegt. Það er að segja að það geti endist mjög lengi og það var ekki þessi loftslagsvandi sem við stundum fram í fyrir vegna þess að við erum einfaldlega að nota allt of mikið af því miðað við hvað loftslagi ræður við, er það ekki? Jú, nákvæmlega. Við gætum, nú ekki sér neina greining á því en væntanlega er hægt að finna þátt hvað jarðefnaeldsneytið varð til hratt og ef við notum það sem sagt jafn hægt eins og það var til nú þá má segja að það væri endurnýjanleg orkugjafi en það er væntanlega langt minna en það sem við erum að nota í dag sko. Ég sé þarna sameiginlegur vinnur okkar Nate Hagen sem er með hlaðvarp líka þessi mál. Hann hefur reiknað út að við erum að brenna olíu milljón sinnum hraðar heldur en það tók jörðina að búa hana til. Hann er búinn að skoða þetta. Þannig að þetta er allavega hans tala. En ef við myndum náttúrulega nota ekki, við erum kannski ekki einu sinni fara í milljón sinnum heldur bara 100 sinnum minna olíu heldur en við gerum í dag. Þá var þetta ekki svo mikið vandamál, er það ekki? Nákvæmlega. Og svo aftur á móti ef við tökum svo hinir endurnýjanlegu orkugjafar, hvað sem það er vatnsaflsorka, vindorka og allt þetta, þá er ekki smá villandi að tala endurnýjanlegt vegna þess að vindurinn er endurnýjanlegur en efnin sem við þurfum til þess að búa til vindmyllur eða vatnsvirkjanir og annað, það er stál, það er steypa, það er möl, það er alls konar málmar í vindmyllur, kopar og plastefni í spaðar og alls konar efni sem eru bara alls ekki endurnýjanleg. Já, og það að koma þessari framleiðslu á stað og endurnýjanlegri orku að byggja vindmyllur, að byggja vatnsaflsvirkjanir, þetta kostar alltaf í byrjun notkun jarðefnaeldsneyta, þetta kostar kolefnislosun. Þannig að ef við hugsaum okkur eitthvað stórt átak og við færum bara alla okkar orkunótkun á mjög stuttum tíma yfir í endurnýjanlega orku ef það er einhvern veginn gerlegt, þá myndi það kosta sem sagt gríðarlega mikla losun meðan á byggingu þess stendur en síðan væri þá minnið að sáralítið losun í framhaldinu. En það er með það sem við megum ekkert við núna að losa eitthvað gríðarlega mikið magn í stuttan tíma, við þurfum með þetta. Við varum þá nú þegar búin að fara yfir mörkin áður við varum búin að skipta út allt kerfið. Já, nákvæmlega og svo aftur endurnýjanlegt og ekki endurnýjanlegt. Það er held ég dálítið tilheng til þess að horfa á þetta út frá kolefnislosun eingöngu. Við losum kolefni við brennslu jarðefnaeldsneytis en sáralítið ekkert við endurnýjanlegu orkugjafana nema við uppbyggingu þeirra. En það er bara fleira en kolefnismagn í andrúmsloftinu og loftslagsbreytingar sem er vandamál sem við glímum við. Það er svona ekki eins held ég þekkt þetta vandamál með hvernig við erum að fara yfir þolmörk jarðar á ýmsum sviðum. Þetta verið skipt niður í 9 mismunandi þolmörk jarðar og eitt af því er loftslagið. En það er ýmislegt fleira og það má svona kannski gróft segja að
allt það sem við erum að gera þar rangt eða umfram það sem að jörðin þolir, það gætum við ekki verið að gera nema með aðgang að mikill orku sem við höfum haft í gegnum jarðefnaeldsneytið. Þannig að ef við ímyndum okkur einhvern veginn, ef við höfum bara gríðarlega mikinn aðgang að þægilegri, endurnýjanlegri orku sem er auðvelt að flytja og geyma þá getum við áfram notað hana til þess að ganga á þolmörk jarðar í þessum hætti. Þannig að það er ekki sjálfgefið þó að við værum eingöngu að nota endurnýjanlega orku, að við værum að nota hana það vitrænt, að við værum ekki að rústa lífríki jarðar og já. Það er alls konar önnur áhrif á umhverfið fyrir utan losun gróðurhúsalofttegunda. Nákvæmlega og náttúrulega full ástæða til að hafa áhyggjur af þeim en fókusun er svolítið mikið þar og allt hitt finnst mér svolítið gleymast. Við þurfum alltaf að forgangsraða þannig að við kannski akkúrat núna hugsum mest um losun gróðurhúsalofttegunda en einmitt eins og þú segir við megum ekki skipta út eitt vandamál fyrir annað sem verður kannski orðið jafn stórt eftir 30 ár eða eitthvað sem það er. Nákvæmlega og hérna erum við bara stöndum fram fyrir þessu ef við, og já, vinsælt er hugtakið orkuskipti ef við hugsum okkur bara að breyta ekki hvernig við lifum lífinu og nota áfram jafn mikla orku en færa okkur úr því að nota jarðefnaeldsneyti yfir í endurnýjanlega orku, að þá er alltaf hætt við því að það bitni á einhverjum af þessum þolmörkum jarðar en þar sem við bara drögum úr orkunótkun þá fylgir jafnframt það að við minnkum álagið á vistkerfi jarðar og drögum úr allir þeirri áhættu. Þannig að það hlýtur náttúrulega að vera okkar fyrsta aðgerð að draga úr eins og kostur er og síðan að færa þá orkunótkun sem við verðum að nota, að færa það yfir í endurnýjanlega orkugjafa. Ef við tökum kannski nokkur dæmi, við förum ekki yfir öll þessi þolmörk kannski en nokkur dæmi í sambandi við svona endurnýjanlega orkugjafa, þá er annars vegar það vandamála með sólarorku að það tekur rosalega mikið pláss eða ekki og sums staðar þarf að höggva skó til að gera pláss fyrir sólarorkuver. Já og náttúrulega gröftur eftir þeim efnum sem að í þau fara. Já, það eru málmar og hvað fleira. Og kolefnislosun við framleiðslu þessara kísileininga. Þannig að þar eru ýmis og já, við getum tekið alls konar dæmi, bara stundum gaman að svona búa allir sviðsmyndi aftur í tíman og hugsa okkur að hérna fyrir 100 árum að þá hefði nú komið einhver bara fullkomin orkulausn og hvernig væri staðan á Íslandi. Stærsti losunarþátturinn á Íslandi er jú framræst votlendi. Við erum búin að grafa hérna skurði sem er 34.000 kílómetrum held ég af skurðum. Við hefðum náttúrulega aldrei grafið 34.000 kílómetra skurðum með höndunum. Það var af því að við höfðum aðgang að þægilegri orku í formi olíu sem við gerðum það. Auðvitað kostaði þessi orka þannig að það var eitthvað svona takmarkandi þáttur í því hvað svo langt við gátum gengið í því að grafa. Þannig að ef við hefðum nú haft ennþá þægilegri og ódýrari orku á sínu tíma þá er hætt við að við hefðum bara grafið ennþá meira og þessi losunarþáttur væri þá ennþá stærri. Þannig að já, þetta við verðum að horfa á heildarmyndina. Það eru 2 skólar hérna á Íslandi og kannski annars staðar varðandi þessi loftslagsmál. Annars vegar í öðrum endanum þá er fólk sem segir við þurfum að bara einfaldlega virka eins mikið og við mögulega getum af endurnýjanlegri orku og það mun leiða til orkuskipta og það er lausnin og svo í hinum, ef maður fer alveg lengst í hinum endanum þá er einhverjir sem segja við þurfum ekkert að virka neitt meira, við þurfum bara að draga úr orkunotkun. Hvar ertu á milli þessar póla? Vilt þú virka eitthvað meira eða finnst þér nóg komið?
Hér á Íslandi? Já. Já. Já, ef við horfum bara á virkjanir beint og þá sem sagt raforkuframleiðslu og gleymum ekki að raforkan er ju bara eitt form af okkar orkunotkun. Á Íslandi er framleitt mest rafmagn per íbúa í heiminum. Kemur náttúrulega til út af áliðnaðinum hérna og stóriðju. Hvað 80% af þessari raforku fer í þann iðnað. En enga síður það er töluvert mikil raforkunotkun og gríðarlega mikil orkunotkun á hvern íbúa á Íslandi með því allar mesta í heiminum. Þannig að já, ef að við erum að segjum að við þurfum að virkja meira þá finnst mér það þá ekki réttlætanlegt nema með því að við jafnframt segjum já, við ætlum að taka við miklum fjölda fólks frá þeim svæðum jarðar sem er að verða óbyggileg vegna loftslagsbreytinga og annars. Já, þannig finnst mér það réttlætanlegt að virkja meira en annars ef við horfum bara á þetta á heildarorkunotkun á Íslandi sko er með því allra mest í heiminum yfir 100.000 kilowattstundir á mann á ári á meðan þau lönd í heiminum sem nota minnst þar eru að nota minna en 1000 kilowattstundir á ári. Þannig að meira en 100-faldur munur. Þannig að ég held að alveg blasi við að hérna þarf fyrst og fremst að draga úr orkunotkun og já, við erum klárlega í þeim hluta heimsins það sem er mikill hagvöxtur og svo framins og þannig að við erum þau sem þurfum að draga úr og við þurfum að færa aðra íbúa heimsins sem hafa orðið langt á eftir, hafa ekki nýtt sér jarðefnaeldsneytið og bera þar með minnsta ábyrgð á því ástandi sem komið er. Þar þarf að bæta aðstæður og þar með auka orkunotkun. En hérna hlýtur orkunotkun á hvern íbúa að þurfa að minnka. Þú veit með þessa skemmtilegu myndina sem sýnir orkunotkun á mann í Afríku. Raforkunotkun. Já, raforkunotkun sem er ekki sama á heildarorkunotkun í Afríku í samanburði við hvað venjulegur ískópur í Bandaríkjunum notar af orku á einu ári. Já, hann notar þarna eru tiltekin 6 mismunandi Afríkulönd þar sem heildar raforkunotkun per íbúa öll raforkunotkun er minni en á venjulegum amerískum ískáp. Ok, þannig að einn íbúi í þessum löndum notar minna raforku á einu ári heldur en bara einn ískópur. Já. Sem er svolítið rosalegt þegar maður hugsa út í það. Já. En ef við ætlum að virka meira, segjum að við tökum þá ákvörðun. Hvað heldur þú að sé heppilegast að virka á Íslandi? Vindorku, vatnsaflsorku eða eitthvað annað? Já. Lífmassi, rækta jurtir Já. Til að framleiða lífelsnýti eða hvað? Já, ef við kannski fyrst horfum á raforkuna og þá sem sagt valið á milli vatnsaflsvirkjunar eða vindorku nú eða jafnvel sólarorku. Við höfum væntanlega fram að þessu valið okkur heppilegustu vatnsaflsvirkjunarkostina. Einhvern tíma var ákveðið að virka ekki Gullfoss og Eyjabakkar voru einhvern tímann í myndinu og svo ákveðið að virka þá ekki. Þannig að við höfum væntanlega valið þá kosti sem að hafa svona minnst umhverfis áhrif og eru hagkvæmastir í uppbyggingu. Þannig að verri kostir eru þá eftir. Fram að þessu hefur bara almennt vindorka verið miklu dýrar í uppbyggingu. Hver framleidd kilowattstund hefur á lokum verið dýrari heldur en framleidd kilowattstund í vatnsaflsvirkjun á Íslandi. Þannig að það hefur ekkert komið til greina sem valkostur hér. En nú bara hefur þetta á síðustu árum breyst hratt og verð á bæði vindorku og sólarorku lækka gríðarlega. Þannig að já, ég hefði haldið að núna þá hljóta að vera einhverjir heppilegir vindmyllukostir á Íslandi sem eru þá betri en þeir kostir sem eftir eru í vatnsaflsvirkjunum. En sannarlega þarf þar að velja varlega hvað er valið fyrir vindaflsvirkjanir. Ja, mitt. Og einhvern tímann verður eitthvað sem er búið að fullnýta þessa kosti þannig að einhvern tímann þurfum við að
segja stopp, er það ekki? Já, þetta náttúrulega spurning bara hvað réttlætanlegt að ganga að hafa mikil áhrif á umhverfið og náttúruna og já, við erum þegar að framleiða meira en 50.000 kilowattstundir af raforku á hvern íbúa á ári á meðan það land sem næst í heiminum með hvað 25.000 Noregur. Þannig að það verða nú að vera mjög gild rök fyrir því að halda áfram frekari virkjunum ef það á að gera. Einmitt. En tölum aðeins orkuskipti í samgöngum. Nú höfum við bíla sem að ganga margir hverjir fyrir jarðefnaeldsneyti. Við höfum fundið einhverja lausn þar, kannski ekki fullkomna lausn, en það rafmagnsbílar allavega að verða aðgengilegri. En svo eru vörubílar sem eru ennþá langflestir dísilknúnir. Vörubílar, hvernig sérðu fyrir þér að við leysum það vandamál? Já, þar náttúrulega fyrsta skref sem verður alltaf að vera og í öllum tilfellum þegar við erum að fara út í einhverja fjárfestingu í endurnýjanlegum orkugjöfum og orkuskiptum, að þá verður alltaf fyrsta skrefið að vera hvar get ég dregið úr orkunotkun. Þannig að við þyrftum náttúrulega fyrst að greina hvað erum við að flytja og hvað mun óhjákvæmilega breytast þegar okkar lífstíl breytist, að þá væntanlega dettur bara út fullt af þeim hlutum sem við erum að flytja þess okkur landið. Eitthvað verður þó alltaf að flytja og nú þá verður líka hvað getum við fært frá landflutningi yfir í sjóflutning. Það getur verið svona orkulega mun hagkvæmara sjóflutningurinn en landflutningurinn. En síðan, ef við höldum okkur við landflutningin, hvaða orka þið notuð þar sko? Mögulega, það eru konir einhverjir flutningabílar sem að ganga á rafmagnum eða rafhlöðum og við kannski erum að horfa á svona þar 3 mismunandi kosti. Við höfum rafhlöður og þær hins vegar eru þungar og þær kalla á mikla efnisnotkun af sjaldgæfum efnum jarðarinnar, þannig að það er vandamál. Og svo erum við oft vetni. Vetnið það kallar ekki á eins efnanotkun eins og er af hlöðunum og við erum ekki með þetta óbáslega þunga í það sem við geymum orkuna. En hins vegar vandamál að vetni þarf að þjappa, kæla niður og venjulega þjappa við gríðarlega mikinn þrýsting. Og það sem verra er kannski að við það að fara þá leiðin, ef við hugsum okkur að við tökum bara raforku frá Búrfelli eða einhverju virkjun okkar og framleiðum vetni og þjöppum því og flytjum og setjum það á flutningabíl, þá er svona kannski cirka 30% af upphælu orkunni sem endar út í hjólun. Já, þú veit með mynd hérna sem sýnir hvernig ferlið er. Það þarf fyrst að framleiða raforku náttúrulega til þess að búa til vetni. Já. Og þar tapast orka. Og svo hvar fleira tapast orka á leiðinni? Já, í þjöppuninni og flutningnum, þar tapast orka. Flutningur. Og það er mjög snúið að flytja vetni vegna þess að þetta er svo létt gas, eða ekki? Já, þannig að það bara þá er þannig gríðarlega venjulega þetta geymt á töngum 700 bör þrýsting og þannig að það er vandi sem fylgir því. Svo þetta er búið til eitthvað dreifikerfi sem er ekki til staðar fyrir vörubíla til þess að fylla á vörubílana. Ég svo sem hef ekki kafað í það en allavega þetta er flókið og erfitt sko og allavega þetta að það tapar svo stór hluti orkunar. Þannig að ef það er bara þriðjungur sem endar út í hjól og það er svona, í þessari glæru það er miðað við sko bestu tækna við séum að nota sem sagt efnarafal og rafmótor í farartækinu. Vetnisbílar eru stundum með brunarhreyfli og þar eru þó töpin meiri þar, þannig að þá erum við með að nýta minn en þriðjung orkunar og efnarafalar eru þeim fylgir líka vandamál, þar eru sérstök efni og þurfa mjög hreint loft inn á sig og fleira. Þannig að þessu fylgja vandamál og það er þessi flutningur og geymsla með þennan ægilega þrýsting sem að er vandamál
og þá reynt að leysa það með því að færa sig úr vetninu yfir í það sem einlega kalla bara rafeldsneyti, að búa til fljótandi eldsneyti úr vetninu, metanól sem dæmi það. Og ef við gerum það, þá orðið auðveldar að flytja, þá erum við sömu stöðu, bara eins og að flytja bensín eða dísil. En þá hins vegar bætist þarna við tapfaktor og við erum farin að fá ennþá minni hluta af upphaflegu orkunni út í hjólinn og farartækinu, kannski eða yfirvel undir 20% af upphaflegu orkunni. Þannig að við þurfum að fara að framleiða 5 eða 7 sinnum meiri orku en við erum að fara að nota að lokum, þá það náttúrulega alveg afleitt og gengur bara ekki. Þannig að það má segja að þetta sé svona vallarétt rafeldsneyti, þetta vallaréttlætanlegt, nema þess að að ræða einhvers konar umfram orku sem að annars ekki nýtist okkur, eins og komið upp stundum í Evrópu núna dæmum þar sem vindmyllur að nóttunni að framleiða meir en notendur ná að nota og þá nýtist hún ekki. Og þá má segja að þessi betra að búa til rafeldsneyti úr þeirri orku en að hún nýtist alls ekki. Akkurat, vandinn verður bara að það verður erfitt að framleiða nóg af þessu rafeldsneyti til þess að skipta út alla þessa olíu sem við erum að nota núna. Já, ef við erum að stefna á það að nota sama orkumagn sem við erum að nota núna, þá verður það erfitt, jafnvel ef við horfum bara á orkunótkunn í dag. Og svo náttúrulega kemur hlutur hérna sem við erum ekki eiginlega komnir inn á, sem sagt jafnréttið í heiminum. Við erum náttúrulega, staðan í dag sirka svo að við 10% ríkustu jarðarbúa og Íslendingar eru flestir í þeim hópi. Við berum ábyrgð á það bil helming kolefnislosunarinnar og það flestir þættir sem við skoðum þá eru hlutföllin svipuð. Og ef við meinum einhverju með loftslagsréttlæti og ætlum að íbúar jarðarinnar hafi svona einhvern svipaðan aðgang að orku og lífsgæðum, þá verðum við náttúrulega að reikna með líka orku fyrir hina, og ef orka per mann á að verða eitthvað nálægt því sem við erum að nota í dag eins og hér á Íslandi, þá gengur dæmið ekki upp fyrir þetta. Þú ert að vísa í það sem er stundum kallað loftslagsréttlæti, að þú ert með þessa skemmtilegu myndina sem sýnir hverjir í heiminum eru að losa. Samkvæmt þessu þá eru 10% ríkasta íbúa að bera ábyrgð á helming af allri losun, eða ekki? Og 50% fátækustu íbúana bera ábyrgð á 10% losunarinnar. Og ég held ég að vel þetta fari minnkandi, þetta eru eitthvað gamlar tölur sem í þessari glæru. Og hvar erum við í þessari mynd við Íslendingar? Sem ég segja, lang flestir Íslendingar eru í 10% ríkasta hópnum. Þannig að við, það sé náttúrulega stundum talað ríki eins og Indland eða Brasília sem losa mjög mikið í heildina litið, að þegar maður skoðar losun á mann eða á íbúa, þá eru þau langt fyrir neðan okkur, eða ekki? Já, nákvæmlega. Fjölmenn ríki og losun per íbúa aftur miklu minni en hér, og náttúrulega líka skekkja þar oft á tíðum, kannski sérstaklega með Kína. Stór hluti losunarinnar í Kína vegna framleiðslu á vörum sem fluttir úr landi sem við erum að nota. Til Vesturlanda. Já, þannig að við erum oftast að horfa á þetta losunartölur sem sem sagt innan í bókhaldi þjóða. En svo stundum skoða þetta sem kallar neysludrifið kolefnisspor og sem hefur nú verið skoðað hér á landi til dæmis. Og þar kemur í ljós að hér ég held að í bókhaldi Íslands séu með starf milli 10 og 15 tonn per íbúa í losun, en neysludrifna kolefnisspor reyndist vera yfir 20 tonn per íbúa, þannig að meira en það sem í bókhaldinu. Já, og ég held að á Indlandi þá sé talan 2 tonn á íbúa. Hið neysludrifna. Já, þannig að það er svona 10 sinnum hærra spórhaldur meðal innverín. Já. En hvað með, hérna önnur mynd sem sýnir þetta líka,
við sjáum að Já, þess að gríðarlega mikið mismunandi orkunotkun íbúa heimsins og við í þeim hópi sem notar hvað allra mesta orku per íbúa. það er Vestur-Evrópa og Norður-Ameríka er þarna fremst í flokki. Já. Og svo kannski líka nokkur lönd í miðausturlöndum þar sem mikið til af olíu Jú. og menn eru líka að brenna mikið þar. Já. En hvað með lífeyrisnýti? Er þetta eitthvað sem að við getum nýtt okkur? Já, allt hefur sína annmarka og lífeyrisnýti þar á meðal. Ég las nú fyrir ekki löngu að höfundur dísilvélarinnar, Rudolf Diesel, hann hugsaði sér vélina sem hann var að hanna fyrir bændur til að nota í sinni vinnu og vél sem þeir getu þá bara ræktað eldsneytið á. Og nú fór svo að vélin var notuð með annars konar olíu, þar jarðefni eldsneyti. Og einhvern tímann heyrði ég nú líka að Henry Ford, hann hugsaði sér T-módelið til þess að nota etanól lífeldsneyti en það fór nú samt ekki svo. En það má alveg svona hugsa sér þarna í upphafi síðustu aldar eða aldamótin 1900 ef fólk hefði nú þá gert sér grein fyrir og hlustaði á allir með sniðustuður Svante Orenius var það ekki, sem að reikna út hvað mikil hlýnun myndi fylgja því að tvöfalda styrk koltvísýrings í andrúmsloftinu. Menn hefðu nú hlustað á þetta og gert sér grein fyrir vandanum að það gengi ekki að brenna þessu gamla jarðefnaeldsneyti og sagt já, við verðum að nota bara lífeldsneyti sem er svona kolefnishlutlaust. Allavega ef að orkunotkun hefði þróast eins og hún hefur þróast, þá hefðu við vantarlega algjörlega rústað lífríki jarðarinnar með ræktun alls þess lífeldsneyti sem hefði farið í það. Þannig að kannski sem betur fer var það ekki. Þannig að þetta er alltaf kostur sem er kallar á mikla landnotkun og þar með ágang á lífríki jarðarinnar. Það má segja að já, það sem er að ræða einhvers konar úrgang, einhverja úrgangsfitu þá til dæmis, að þá sé sjálfsagt að breyta því í nothæft eldsneyti. En að nota mikið ræktarland fyrir þetta er ekki réttlætanlegt og já, sem dæmið er þá landnotkun sem fer í þetta, semst af 1 hektar þá getum við fengið þarna lífdísil olíu sem dugir bíl fyrir það bil 20.000 kilometra akstur og margir keyra jú bílinn sinn 20.000 kilometra á ári. Þannig að hver þannig bíl þyrfti það bil 1 hektar, 100 sinnum 100 metra landsvæði til þess að rækta olíu undir sig. Og til samanburðar ef við þegjum þennan hektar með sólarpanelum þá geti rafbíl farið það bil 2 milljónir kílómetra á því rafmagni, 100 sinnum meira. Þannig að það er nokkuð ljóst já að vonandi förum við ekki að taka stór svæði jarðarinnar í að rækta lífdísil eða annað lífeldsneyti. Þetta er sem sagt gríðarlega plásfrekt Gríðarlega. Og vandinn er að þegar sum ríki hafa verið að rækta svona jurtir til þess að framleiða lífelsnýti. Ég held að Þýskaland sé aðeins í því og líka Bandaríkjamenn eru mikið að nota jurtir, ég man ekki hvað það sé, korn og Brasilíu held ég líka. Já, og það sem gerist þá er að þá færist náttúrulega, þá er minna pláss fyrir matvæla framleiðslu í þessu landi. Já. Og þá eru önnur lönd í heiminum sem fylla upp í það gat með því að reiðja skó til þess að framleiða matvæli þar í staðinn. Og göngum þar enn frekar á vistkerfi jarðarinnar eins og Brasilía til dæmis. Já. Þannig að það er margt í þessu sem ber að varast. Já. En tökum nú skip og flugvélar, millilandasamgöngur. Hvernig sér þau fyrir þér að við lýsum það þegar við byrjum á flugvélunum? Nú erum við búin að byggja upp heila atvinnugrein sem byggir á flugsamgöngum. Og þó við séum að alltaf tala um að draga úr losun, þá
losun frá flugsamgöngum hefur bara verið að aukast með hverju árinu, síðustu 20 árin kannski. Hvað er með að gera í því? Já, þú segir við erum búin að byggja upp heila atvinnugrein og það er bara, við verðum að horfa á það, er það réttlætanlegt að við byggjum upp heila atvinnugrein og svona lifum á henni, atvinnugrein sem að kallar á það að kúnnarnir í þeirri grein noti svona óhemju orku, þar að segja með því að fljúga á milli landa og þar, já, þetta er mikil orkunótkun, mikil kolefnislosun og áhrifarík að losa 1 tonn af CO2 í háloftunum hefur meiri áhrif heldur en að losa það á jörðu niðri. En það byrja tvöfald eða ekki? Já. Og sem sagt svona möguleikarnir sem við sjáum á að geta fært okkur þarna yfir í einhvern annað orkuform, yfir í endurnýjanlega orkugjafa, eru mjög takmarkaðir. Kannski mitt verið talað um lífelsneyti þar en þá vorum við að tala um að nota því líka óskup á landi að það kemur bara ekki til greina. Og þarna verðum við aftur að fara að horfa á jafnrétti, sko. Þetta er jú bara mjög lítill hluti í jarðarbúa sem yfir höfu notar flug. Og ef við meinum eitthvað með loftslagsréttlæti þá hlýtur að felast í því að jarðarbúar hafi eitthvað svipað aðgengi að svona ferðamáta. Og við verðum held ég alltaf að aðeins setjast niður og spyrja okkur, já, hvað sem ég gerir, býtum við, gengur þetta yfir höfuð upp ef að allir jarðarbúar gera eins og ég er að gera. Þannig að ferðir millilanda og langferðir, það verður alveg að endurskoða það sko frá grunni og það verður að draga stórlega allavega úr flugi. Það er sem sagt engin töfralausn í þessu, það verður að draga úr þessum flugferðum eða ekki. Það er óhjákvæmilegt. En það er svona ýmislegt sem kannski er hægt að gera alltaf þess að milda höggið, eins og það var hægt að ímynda sér til dæmis að ferðamenn myndi koma sjálfnar en vera lengur í einu, og við getum líka sjálf gert það þegar við erum að fara til útlanda. Já. Við getum farið sjálfnar, verið lengur í einu, Já. í stæðinum fyrir að fara í 5 utanlandsferðir í 2 daga í senn á árinu, að fara þá bara einu sinni í 10 daga. Það er líka miklu útýrara. Kannski er einu sinni en þá of mikið þrátt fyrir allt. Já, bara þarna höfum ekki nákvæmlega út í það útreikninga, ég held að þegar við setjumst niður þá, já, komumst við að því að þetta þarf að vera mikil samdrátt. Já. En hvað með að nota aðra samgöngumáta eins og skip? Já. En nú höfum við á Íslandi ekki kostin á að ferða með lest, en hins vegar vorum við lengi að ferðast með skipum til útlanda. Er það betri kostur? Jú, það er klárlega, það getur verið betri kostur. Það getur verið kostur ef rangt er að staðið. Hérna heyrðist nú þegar að Evrópusambandið var að taka upp skattlækning á flug. Það var mikið kveinað. Þetta mætti ekki vera hérna því að við hefðum ekki annan valkost. Og litið svo á að það að við erum hérna á þessari eyju að það sé svo takmarkandi þáttur fyrir okkur. En ég líti á það sem gríðarlega möguleika. Ef við berum okkur saman, já, okkur hérna á Íslandi, eða segjum einhver sem býr inn í miðri Síberíu eða eitthvað líka. Sko, hvaða möguleika hefur hann á að ferðast? Það eru ýmsar hindranir á leið hans til að ferðast, þannig að líkaslega verður hans niðurstaða líka, já, ég vil bara fljúga, það er eina leiðin. En skipa flutningar og ferðir, þetta hefur verið notað um aldir og árþúsund og fólk sigldi milli landa með seglskipum með mjög takmarkaðri tækni, ekkert sem hét staðsetning eða fjarskipti eða veðurspár eða hvaðina og með þeim takmarkuðu efnum sem fólk hafði þá. Við höfum náttúrulega svo gríðarlega, miklu betri aðstæður núna til þess að sigla milli landa, jafnvel bara með seglum, með örugum og tiltölulega þægilegum hætti. Og það er náttúrulega, við berum saman, sko, ef við setjum upp hérna vindmyllugarð
til að framleiða rafelsneyti, til þess að knýja flugvélar, til þess að fara á milli landa, eða ég voru bara að setja upp segla á gott skip og láta vindin knýja okkur beint á milli landa. Og það bara, já, það fullt af möguleikum þar, alveg fullt af möguleikum. Við þurfum bara að gangi að gera þær eitthvað. Þú varst með myndina sem sýnir einmitt nú að leita það á vefsíðunni orkuskipti.is þar sem einhverjir eru búin að reikna út hvað þyrfti mikið af orku til að fara í þessi orkuskipti sem að snúast í rauninni að breyta öllu og þess að breyta neinu í okkar lífsstíl. Já, við myndum halda áfram að gera allt eins nema flugvélar myndu ganga fyrir væntanlega rafelsnyti sem var þá búið til með endurnýjanlegri orku og gott það vindmyllum eða eitthvað annað og maður sér á þessari mynd að bara flugið myndi taka helmingin af allri viðbótin í þessu já, einmitt sem rosalegt talar. Já. Ég efast að jafnvel þeir sem hafa búið til þessa mynd trúið því að þetta sé mögulegt. Þetta svo rosalega mikið sem við þurfum að virka og framleiða af orku. Já, svo tæknilega mögulegt með að virka hverja spræn og setja vindmyllur þess og krussum allt. En á eins stuttu árum það kostar líka peninga Já, kostar pening og kostar jarðefnaeldsneyti. Þannig að við getum auðvitað verið bara þröngsýn og horta á Ísland og þá er þetta að sjá fyrir sér alls konar lausnir á jafnvel stuttum tíma. En ef við verðum að vera aðeins víðsýn og horfa við hvað er laust fyrir allan heiminn, hvað gengur svona á ef við horfum á þessa 8.000 milljón íbúa á jörðinni Einmitt og þú nefnilega, maður heyrir oft einmitt við erum eyja þannig að við höfum engan annan valkost við verðum að fá undanþágu en eins og segir þú tekur sem dæmi fólk í Síberíu en það var líka hægt að taka sem dæmi fólk í Ástralíu sem býr líka á eyju hvernig ætlar það að ferðast til Evrópu öðruvísi en með flugvél við getum tekið Madagaskar við getum tekið fullt af öðrum eyjum og svo er náttúrulega fólk í Bandaríkjunum það býr ekki við góðar lestarsamgöngur bara alltaf þess að ferðast á milli hluta innan Bandaríkjana það er bara mjög erfitt nema það er ekki erfitt en það er mjög tímafrekt nema með flugvél Bandaríkjamaður sem vill ferðast til Evrópu án þess að nota flugvél ferðin tekur held ég bara 2 vikur bara aðra leið þú ætlar að fara með bíl og skip þannig að það er alls ekki þannig að við séum þeir einu sem eru í þessari stöðu. Já, og við erum rauninni í tiltölulega góður í stöðu ef við horfum á samgangur við gætum gert alveg frábæra hluti með farþegaskipum ef við gerum það vel. Já, mynd. Rafhlöður, þú nefnir líka að það er ákveðin vandi þar við náttúrulega það er takmarkanir á því hvað við getum búið til mikið af rafhlöðum og þú tekur dæmi skemmtilega mynd sem sýnir hvað þarf mikið af rafhlöðum í eitt vörubíl annars vegar og svo í eitt hjól rafhjól hins vegar getur sagt okkur eitthvað það? Já, þarna er bara dæmi 2 faratæki, þarna er flutningabíll sem vist komin á markað sem með 600 kWh rafhlöðu og með henni kemst hann þá 500 km og svo hinum megin er rafhjól með rafhlöðu sem er 0,5 kWh og hefur gríðarlega áhrif á líf þessari konu og fólks í kringum hana auðveldar vatnsflutninga og ýmislegt fleira og þá má bara spyrja svona réttlæti spurningar þurfum við þennan flutningabíl til að flytja alls konar drasl sem við teljum okkur þurfa á að halda. Við erum meira að segja flytja vatn á milli landshluta, vatn á flöskum. Á Íslandi. Á Íslandi. Já. Við segjum svo mikið af vatni, flytja vatn þvert okkur landið. Já. Svo var alls konar streiki náttúrulega, sigurdrykk sem við veitum er óhollir. Akkúrat. Þannig að það er svo náttúrulega margt í okkar lífi sem að þarf að breytast og
þegar öll er á botninn hvort held ég gerir líf okkar miklu betra að lokum sko. Já, en þannig að ef við reiknum dæmið út hérna, ef við reikna þetta rétt þá með einum svona vörubíl er hægt að framleiða 1200 svona rafhjól. Já. Þar sé rafhlöðu innihaldið og sennilega eitthvað svipað í öðrum efnislutum. Já, 1200 rafhjól sem komast 30, jafnvel meira en 30 km segja, en svona að minnst að kosti 30 km. Eitthvað svoleiðis, já. Mitt rafhjól kemst alveg 100 km held ég. Já. Ert þú á rafhjóli eða? Já. Svona oftast er ég á rafhjóli. Okay. Hvernig ferðu á milli staða helst? Innan bæði? Ýmist gangandi eða oftast rafhjóli eða hefðbundnu hjóli, já. En þannig að líka vandinn er líka að við ætlum að sanga að okkur alla rafhlöðu framleiðslu sem er möguleg, þá sitja allir hinnir eftir með því að það eina sem er í búði fyrir þá er þá jarðefnaeldsneyti, eða ekki? Já, sem sagt efnin sem þarf í rafhlöðurnar er takmörkuð auðlind. Já, og líka, ég er að minna líka að jafnvel þó við viljum nota allar auðlindirnar sem eru til, það er takmörkuð því hvað okkur tekst að framleiða mikið á næstu 20 árum, eða ekki? Já. Það er ekkert að auka framleiðsluna ári frá ári til árs, en samt það er ekki hægt að tífalda hana á 2 ára fresti sko. Nei. Og alls konar vandamál sem kom upp, þessi efni er á svæðum sem eru það sem er kannski krítískt ástand svona pólitískt og svona, þannig að það eru alls konar vandamál sem við stöndum fram fyrir þetta. Þannig að þín sín á þetta er að við þurfum fyrst og fremst að endurhugsa hvernig við lifum, er það ekki? Algjörlega. Okkar neyslu mynstur og okkar venjur. Já. Og ég veit að þú hugsar sjálfur mikið þetta í þínum eigin daglegu lífi. Hvað hefur þú gert sjálfur til þess að reyna að bregðast við þessu? Já, eins og við vorum að nefna þú ferðast á hjóli? Að ferðast á hjóli eða gangandi og já, er það alveg ægileg byrði á mínu lífi að hafa tekið einkabílinn svona út úr mínu lífi? Nei, ég held ekki. Þetta til dæmis þýðir það að... Áttu engan bíl þá? Já, engan bíl, nei. Og þýðir það að núna 54 ára gamall er ég 7-13 við þokkalega heilsu og gat til dæmis á síðast ári farið í ferð með þá 14 ára syni mín og við hjóluðum frá Þýskalandi til Spánar. Gríðarlega skemmtileg ferð og 1000 kilometrar á 10 dögum eða svo. Og það er ekkert sjálfgefið að geta það þegar maður er 54 ára. Og þetta er alltaf önnur upplifun að hjóla á milli frekar en að fljúga. Nákvæmlega. Og það bara hafa tamið sér þennan lífstíl að svona í dagstaglega ferðast með þessum hætti. Ég til dæmis nota aldrei líkamsræktarstöðvar en var þó þarna færum að hjóla svona ferð. Og fleira ég í lífstíl sko, þetta er aldrei langt síðan að ég svona fór að takmarka mjög flugferðir og svo núna síðust árum alveg klift á það sem þýðir náttúrulega að ferðir til útlanda verða tímafrekar. Ég farið með Norrænu eða fyrir góðvild fólks hjá Eimskipi fengið að fara með flutningaskipum stundum. Já, þú fyrst sem sagt fara með flutningaskipi. Já. Og fyrstu gistingu borð í skipi. Já. Og þetta tekur svolítið tíma og eins og aftur þessi ferð okkar feðga, hjólaferðin, hún var þá með skipi og svo lestum og svo hjól. Og svona ferðalög náttúrulega taka lengri tíma en ferðin verður meiri upplifun, maður stoppar á fleiri stöðum og kynnist ýmsu, þannig að það er ýmislegt jákvætt sem kemur út úr því og ekki svona stress sem fylgir hröðum ferðalögum flugsins. Og maður sér eitthvað á leiðinni, hittir kannski fólk og lærir alls konar hluti. Og já, þannig að það er dæmi um breyttan lífstíl í mínu lífi en náttúrulega líka sem er gríðarlega stór þáttur sem er matvæla framleiðslan. Þar þurfum við að breyta
stórlega og já, ég fært mig yfir í plöntu fæði og einhver kann spyrja á þvílík fórn sem það að fá ekki að grilla steikur en til dæmis kom nú bara smá bónus út úr því sko, ég gerði mér ekki grein fyrir eftir og það var líka til út af kúamjólkur og óþóli sem að ég var einmitt á þessum árstíma venjulega hnerrandi alveg stanslaust út af frjókorna ofnæmi en það bara steinhætti þegar ég hætti að neyta að nota mjólkurvörur. En svo, já, eins og þú segir, sumum finnst kannski alveg ómögulegt að fá ekki í sína steik en við þurfum líka kannski endilega fara allar í þessu, við þurfum ekki að kannski endilega hætta alveg með allar kjötvörur eða dýraafurðir, bara ef við drögum eitthvað úr því þá erum við strax komin á betri stað eða ekki. Nákvæmlega. Og þetta snýst allt það og ég hef vel heyrt að það gæti verið vandamáli við hætta alveg með öll húsdýr vegna þess að húsdýr eru líka notuð til þess að framleiða áburð til þess að rækta alls konar matvæli önnur þannig að ef við erum ekki lengur með húsdýra áburð þá getur skapað líka einhver vandamál þannig að við þurfum kannski ekki endilega að hætta alveg með alla þessa kjötneyslu, það bara að draga úr henni svolítið sæmilega. Já, þetta með húsdýra áburð og svona þetta alveg efni í heilan podcast á. Ég mæli með bók George Monbiot Regenesis kafar djúpt í þetta og leitar lausna en já, það er leikara mál. Ég skal reyna að lesa þessa bók fyrir næsta hlaðvarpið okkar. En já, þannig að minna af kjöti ferðar til útlanda eða kannski bara vera lengur í einu. Við erum með þessa norrænu hérna á Íslandi sem að fer á milli landa en gallinn við hana er að hún fer bara frá Austfjörðum, hún fer frá Seyðisfirði sem er svo langt að fara fyrir alla þá sem búa á höfuðborgarsvæðinu. Þannig getum við ekki fundið lausn á því, fundið einhver betri leið til þess að ferðast með ferju og milli landa. Jú. Og aftur ég nefndi ég hef fengið að fara með flutningaskipum en það er svona, já, kannski svolítið undantekning en það vantar bara svolítið, já, leið og eftirspurning kemur þá mun frambúðið koma þannig að auðvitað ætti að vera ferja frá Þorlákshöfn eða hvað það væri sko, eða ég vil bara hérna Reykjavík. En akkur þá ferja sem tekur eingöngu farþega eða jafnvel þá skip sem væri þá einhvers konar blanda af flutninga og ferjuskipi. Já, það getur sem verið. Flytur þá bæði fólk og vörur. Akkurat, það getur verið hagræði fólki í því. Já. Það var þannig skip í gamla daga, það ekki Gullfoss? Bara veit ég ekki hvort Gullfoss var mikið í vöruflutning, það getur vel verið, já, en allavega. Ég held það var svona einhvers konar blendingur. Já, akkurat. En að lokum, Gísli, geturðu sagt okkur eitthvað sem fáir hafa heyrt en allir ættu að vita að þínu mati? Já, tengslu við loftslags og orkumálin. Já, eða hvað sem er. Jú. Það er svo ægilega margt og þá dettur minni hug orð Gretu Thunberg frá 2018 held ég, þá hún kom á COP-ráðstefnunni í Pólandi. Þá sagði hún einmitt í viðtali að og þú segir já sem allir ætti að vita og kannski þá sérstaklega hérna fókusera á stjórnmálamenn og fjölmiðlafólk. Hún sagði sko að hún þekkti fjölmiðlafólk og stjórnmálamenn sem hún hefði talað við sem ekki vissu hvað Keeling-kurv, grafið sem að sýnir okkur hvernig styrkur CO2 í andrúmslofti hefur vaxið frá árunum 1958 á Mauna Loa og hefur verið mælt þar samfellt síðan þá. Og nefndi líka albedo, sólarendurkastuðull, hvernig það hefur áhrif á hitann á jörðinni. Að hún hefði semst talað við fjölmiðlafólk og stjórnmálumenn sem vissi ekki hvað þetta var og þetta er aftur tvö dæmum eitthvað sem að fáir vita en allir, sérstaklega
stjórnmála fólk og fjölmiðla fólk ætti að vita og það má nefna fleiri svona dæmi sko en svona tenglu við þetta rifjaðast upp fyrir mig nýlega ummæli leikstjóra sem kom í heimsókn, Quentin Tarantino á þeim tíma sem að George Bush yngri var forseti og hann var spurður hvað hann finnst George Bush og hann svaraði einfaldlega it's the first time that I feel that I'm smarter than the president and it's not such a good feeling og ég ætla nú bara að segja svona í hroka mínum að já, ég geti held ég tekið alla ríkisstjórnina og forseta og sagt já, ég veit selna meir en þau öllum orku og loftslagsmál og þetta alls ekki þægileg tilfinning. Einmitt, og ég hugsa líka að mjög margir sem eru við stjórnvölinn eru ekki alveg með tölurnar á hreinu eins og þessar tölur sem við vorum að tala varðandi kolefnisspor Íslendinga maður heyri stundum stjórnmálamennn tala eins og við séum bara grænasta þjóð í heimi það passar ekki alveg við þessar tölur. Nei, alls ekki. Þarna vantar voðaloft svona grunnþekkingu og svona taka þetta með og aftur í nefni fjölmiðla sko, margir fjölmiðlar oft með góða umfjöllun loftslagsumhverfis og orkumál fá fróða viðmælendur en síðan bara í næsta umfjöllunarefni þá bara það allt gleymt og talað ofur neyslu eins og eðlilegastan hlut sko. Akkurat, ég gleymist svona. Sjálfur er svona áhuga blaðamaður skulum við segja og þetta eitthvað sem ég oft benda á að fjölmiðlamenn ættu að taka sig á hvernig þeir fjalla aðra hluti heldur en loftslagsmál eins og loftslagsmálin séu ekki til. Þú sagt að þarna eru mikil tækifæri. Þannig að til dæmis að maður sér kannski frétt loftslagsráðstefnu sem allt að fara til helvítis og svo næsta frétt snýst að Æslandir sjá blúsandi siglingu það sé rosalega mikið að gera hjá þeim og miklu fleiri ferðamenn heldur en voru í fyrra og það á að vera rosalega góð frétt já. sem ætti ekki að vera góð frétt í raun og veru og ekkert komið inn á kritist atriði varðandi þetta aukna flug já. Það er margt í þessu Gísli en þetta var gaman að fá þig í þetta viðtal og margt fróðlegt sem að þú sagðir okkur frá og ég er búin að geti fengið þig aftur í viðtal einhvern tímann seinna. Bara takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir að koma í. Takk.